Orðin 4, það komin desember 2. desember og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan yndislega föstudaginn, fínasta veður, allir í góðu skapi, allir búin að fá útborgað og styttist í jól. Sjálfur ég komin í svona lala jólaskap, en ég ætla að tjekka á drengjum með þetta móti mér. Það aðeins breytt röð hjá okkur í dag. Steindi Junior heima með pípandi, gat ekki verið með okkur í dag, en við hengum annan sem var veikur í gær og enn orðin góðu vinnu þáttarins. Það Rikki G, verður velkomin. Takk fyrir. Það nú einn mjúkur fyrir mjúkan. Já, það alveg hárrétt. Það má segja það. Ekki frá því að ég verið mýgri en Steindi. Já, sant, þú nú, ertu ekki fanta keisla þessa dagana? Já. Man sér alltaf í ræktinni. Já, það ekki nóg hins vegar. Hvað, ertu bara með majónes í æðið eða? Nei, ég þarf bara að taka mataræði í gegn. Ég þarf að fá ráð frá Gilsa. Hann kolvetnafíkill. Kolvetnafíkill? Já, en hvernig ertu hins vegar? Ég svona allur að koma til. Þetta ekki góður dagur í gær, ég veit ekki hérna. Já, þú varst veikur í gær, það allir veikir maður. Já, þetta búið að vera að ganga og ég hef ekki fengið svona í 10-15 ára eitthvað. Já, vaktil orða tekið. Skítandi líka það. Já, við skulum bara láta það liggja á milli hluta. Já, bara veikur heima í gær. Veikur heima bara. En komin á vaktin í dag. Komin á vaktina og hlakka gríðarlega til. Já, gott að hafa þérna, Rikki. Þú ert með þægilega nærveru og í sínu sæti situr sá þykki Egill Einarsson. Hvað ert þú? Ég hef aldrei betri. Aldrei? Hvernig getur það verið? Ég sem nú ekki mikið jólabarn í jólapeysu í dag. Þú ert í hvítum líflausum ból. Af því að ég hef sagt þér að núna, hvað ætli ég sé búin að segja þér, 8 ár í röð, jólablöð dettur inn 15. des. Já, jólagils komin í gang. Já, þú ert þetta voða lítið jólabarn. En þú hefðir aldrei verið í þessari peysu nema að hafa eitthvað þing í vinnun í sporthúsun í dag, annars hefur aldrei farið í þessa peysu. Jólapeysu dagur. Já, jólapeysu dagur í vinnunni. Já, ok. Og það allir í jólapeysu? Já, allir. Áttu þessa eða? Nei, Kitty lánaði mér hana. Hvað hlaut að vera. En eru þið komnir í eitthvað jólaskapur, ekki? Já, ég svona allir að koma til. Komið desember? Næ, komið desember. Desember byrjar reyndar ekkert vel í gær, en þetta dettur allt inn fljóðlega. Já, Egill. Ég er að fara jólaball á morgun, sko. Það ekkert annað. Klukkan 16:00 upp í Hörðuvallaskóla. Ég að fara jólaball. Hvað, með krökkum? Það ekki leikskólinn og grislingnum. Ég að fara að labba kringu jólatrí á morgun. 3. des. Hvað ætlar að gera í því? Það flott, en við erum með rosalega þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustunina með veislu. Við erum með, skal ég ykkur segja, skemmtilegan gest sem kemur eftir. Þó að Steindi sé ekki, þá kemur Sigrún konuna sér spjall á eftir. Það ýmislegt sem ég langar að ræða af hana, ásamt því að við tókum upp stórkostlegt símtal með henni fyrir í dag, þar sem hún hringdi í mömman Steinda og ég var svona að hneykslast á því að henni fannst eins og Steindi væri orðin fúll yfir og hún væri byrjuð í útvarpinu líka og væri svona að stela þrumun hans. Það yndislegt símtal. Rikki G fekk óþægilega símtalið. Við erum með sturlaðið að hrossaskít. Hérna stendur spurt og svarað sér. Ok. Það bara spurðist út einhvern veginn hver ég væri einn í dag og... Já, ok, einhverju sem að, þetta tengist það kannski eitthvað Rikka? Æ, nei, ég veit ekki, ekkert endilega. En það... Stöðin er svona 1,05 að þetta tengist mér. Nei, það var að þú veist, 2 í dag og það dældust til mail og þetta var öruglega hressandi. Já, svo erum við með spurningakeppni Gilsarans. Hún er hérna á sínum stað og augljósa staðreyndir. Já. Egill, hvað hérna? Richard verður með það í dag. Já, Egill heyriði bara í mér í morgun og sagði, þú voru að græða augljósar, ég elska hana lið. Steindir ekki það með eins hvað þú gerir þig, nema Egill hatar allt sem ég gerir með slúður og hraunar að nefða. Nei, ég bara látið heyra með slúðrið. Já, ég hef ekkert lagt slúður. Ég ætla að segja aldrei, þú er ekki nefnt eitt celeb í slúðri sem ég þekki með slúður. Ok. Þetta er bara sko, Travis and Tremelin var að hætti meðferð og byrjaði að deyta Kremels and Burn. Já, ok. Frábært, Richard. Hafðu bara mæli og grjótalt að kæra. Já, ég rissaði ykkur nýra á blað. Bara þú ert með augljósar í dag. Já, þetta málið er, hann er Steindi í dag. Já, basically. Og Steindi sér þetta. Það er ekki eðlilegt að Richard... Jú, þá er bara mjög fínt að Rikki taki að sér að vera með augljósar. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur, að þá erum við með fanta þátt fyrir ykkur í dag. Það má segja að sé bara negla á leiðinni. Rottweiler, það er bara ein fokkin regla og það er að negla. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Það er komið að slúðri hér í þessum þætti og ertu kannski með íslensk slúður líka því að þú ert Steindi í dag? Nei, ég ætla að fá að sleppa við það íslensk slúður. Ég þekki mikið af góðu fólki og
bara vill ekki vera í þessu sem Steindir í sko. Nei, það engin háður rassamælum og eitthvað eða nota nefbrotin eða nei, ég er bara góður sko. Þú ert blöð með erlendaslúrið. Já, ég er með erlendaslúður. Ég hvort að Ríkard sé ekki með það. Er ekki svona lélugur í slúðurinn þegar ég er ekki? Slúðrið eftir hana. Það stöndi ég held að sé stundum á troll okkur hérna í stúdíónu. Þetta sem með lélugur slúðrið. Þetta var síðast ég var til tveimíku, ég tók einn gæja og hann var ekki einu svona ófrægur. Þetta var hérna gæjinn sem var Bobby Kristínu Brown var valdur á dauðan svona gaurinn. Ég man ekki reyndar ekki hvað hann heitir heldur. Herru, ok, áfram með þetta. Ég ætla að byrja slúðrið hér á söngkonu sem að flesti kannast við. Þú þekkir nú Mariah Carey. Ég þekki Mariah Carey. Já, ég er þetta engan á henni þannig séð sko, hún er ekki lengur hot shit sko. Já, sko, hún er náttúrulega einn besta söngkona allra tíma. Það verður aldrei tekið af henni. Það er horse shit. Nei, það er ekki rétt. Celine Dion er besta söngkona. Já, ég myndi segja hún, Celine Dion og hérna Whitney Houston. Það er 3 ár. Barbra Streisand kannski. En það sem er að frétta eins og vera Mariah Carey, hún er náttúrulega hætt þarna með sleit rúlunum með James Packer hérna, miljardamæringnum frá Ástralíu. Yes. Og við byrjum með einhverjum dansara sem var einhver backup dansari hjá henni sem heitir Brian Tanaka. Er bara dansari, er hann að choreographer líka? Hann er að backup dancer, þannig að hann er ekki Er hún með einhverjum skítum backup dancer? Já, sko, ég veit ekki, sko, leiðum mér að klára slúðrið, þá eru þau núna búin að vera að hittast og það náðust myndir að þeim þar sem að þau voru að leika sér í sjónum og sjáu þessar hérna myndir sem að hérna er að kissast í sjóin, hérna heldur hann á henni, hérna hún að detta, þetta er eins og þetta sé meira up shit, sko. Þetta er aðeins myndalegri gæi en þessi sem hann var með, sko, hann er svo hann hefur komið út úr pústrur á okkur bíl, sko. En er hann að grínast með þessa keðju eða? Já, sko, keðjan og alveg saman með þessa keðju og allt það. Þetta starta keðja síðan. Ágætlega myndalegu náðungi, en ég get alveg lofa eitthvað því að þessar myndir náðust ekkit eitthvað af þeim. Þetta er bara uppstilt rugl. Þetta er bara eins og fólk setur á Instagrami sitt þegar það er hamingjusamt úti. Já, sko, þegar hann lyftir upp hérna heldur á löppinni og sjórin í bakgrunnum, þau eru bæði með sorgleir og að kissast. Já, þetta er bara djók. Þetta mynd sé. Ég veit það, en þetta átti víst að þau voru víst paparazzuð. Já, paparazzuð og myndirna lágu á netið. Paparazzi gæsalöpum hana. Já, og þannig að það sem að menn vilja meina núna er að hún sé að sína James Packer hérna miljardamæringnum hvað hún sé hamingjusöm með nýja gaurnum því að það slitnaði eitthvað upp úr þeim. Gamla taktikinn. Já, taktikinn dælin myndum. Já, þessi dansar á ekki krónu en þessi Packer á fullt af cash. Já, ég meina Mariah Carey og ég held hún sé metin á $500 milljónir sko, það er ekkert að stressa sig á því sko. En þú vilt samt meina, eina sem ég voru að hugsa þér í sáast að greina áður fyrir næsta slúður, ef að fólk er að dæla myndum að sem vera að kissast við sjóin og svona, þá er Trouble in Paradise eða ekki? Þá er allt in the shitter. Já, það er málið. Já, ef þú ert einhvern vin sem gerir ekki annað að dæla myndum að sem með konunni sem eru út að borða og eru að leiðast og eitthvað, þá er allt in the shitter. Þegar það gengur mjög vel, þá ert ekki að dæla myndum non-stop maðurinn. Nei, þá ertu bara hann ekki saman og ert ekki að sé allt í abaskýtt hjá henni og sem backup dancer hann. Já, hjá hérna ég gef þessu 2 mánuði. Hann heitir Brian Tanaka, þú vilt leggja á minni. Nei, einhvern veginn, ég gleyma nú til 5 mítur. Svo er það líka með þetta, hún er nú ekki fyrsta söngurinn sem byrja með dansdana sínum, en það endist alltaf stutt, það hef ekki tekið eftir. Britney Spears hérna og hvað hétu auminginn hérna, Kevin Federline. Já, það var stutt gaman og Christina Aguilera var að byrja með einhverjum dansari á sér og það var stutt gaman og þannig að, jæja, við hins vegar óskum Mariah Carey og Brian Tanaka allsins besta. Svo er það vinur okkar, nú er leiðilegt að Steindi sé ekki með fullri virðingu þér, Rikki minn, því að Steindi er alltaf að biðja slúður Macaulay Culkin. Já. Og ég er loksins með slúður kallinn. Okay. Hann var í viðtali nú á dögunum og þar sem hann var spurður út í fræð sína og frama náttúrulega stærsta barnastjarna allra tíma og hann sagði í viðtalinu að ef hann hefði mátti ráða þá hann sleppti þessu öllu og var í rauninu svona að vara foreldra við að hleypa börnum sínum í sviðsljósið því hann sagði að þetta myndi bæði ef að krakkandi meika þetta rústar lífið þeirra, rústar hjónabandi foreldrana og þá fóru menn eitthvað að skoða þetta og samkvæmt þessari grein að þá var svolítið til í þessu hjá Macaulay Culkin því að flest hjónabönd slitna sem að eru með barnastjörnum því að foreldrarnir fara að rífast peningin og það verður bara svona miklu meiri pressa á fjölskyldu lífið. En ég má hoppin, þú veist, þegar hann var að leggja í Home Alone og var að græða alla þessa peninga bara 10 ára. Hvert fóru peningarna? Fóru þeir bara foreldrarna það? Já, þau settu upp eitthvað sjóð fyrir hann og eitthvað svona, en svo bara skilja þau því að þau eru að rífast peninga og það fór bara allt í rugl, sko. Og hann fór náttúrulega all in í heroinið. Já, náttúrulega bara höndlaði þetta ekki, sko, hann fór all in í World of Warcraft, hann er eins og Sverri Bergman, hann byrjar að kúka bara í pizzakassa, sko. Það er alveg til barnastjörnur sem hafa orðið successful og lífið leiku við í dag. Já, það er alveg til dæmi og
En hann vildi alltaf að vara við þessu. Svo það líka alveg rétt að reyð. Þetta alveg hægt að gera þetta rétt og þarf ekki að enda bara... Það þurfti ekkert að rífa beltið að sér og henda þeim handlegginn á sér og sprauta sem heroinni, sko. Er það samt eitthvað er það ekki bara eitthvað bullið þér á Steinda? Er það staðfest að myndir á honum? Ég meina, hvað, þegar þú hóraður? Virkar mjög heroinlegur, því miður. Ok, segðu mér Hefur aldrei séð hóraða mann? Sér þessa myndina. Já, þetta náttúrulega bara versta mynd sem ég séð af honum. Það til mynda mér bara á þriðjöldi sem sagt á mánuði eftir Vestlóða sem ég lítið út eins og bara lík en þá ekki að því ég sé ykkur ruggli, sko. Það ekki samt, þú líkur ekki saman með þetta. Já, og vissulega það kannski álag að vera batast hérna á Home Alone og alltaf vinslasta mynd bara í heiminum. Maður getur þetta að taka hann um jólinn, sko. Home Alone, Die Hard, Jingle All The Way, Love Actually. Já, það er jólamynd. Mér finnst hún góð. Það er samt eitthvað Já, þú ert svo harður maður, farðu að lifta. Svo er það síðasta... Go straight to the gym. Já, farðu beint í gymið, en ég horfa á Love Actually og skrifa ástabréf á dínu. Svo er það Kanye West, ég ætla að enda á honum, hann er komin heim. Kanye. Já, og ætla vist að taka þér rólega heima og 50 Cent, hann var að taka upp hanskan fyrir Kanye og sagðist hafa séð his meltdown a mile away. Hann sagði að hann var að vinna yfir sig kallinn og hann bara beið eftir hvernig hann myndi snappa. Vinna yfir sig. Hann er ekki að vakna 7:30 og fara í rúmfattalaðan og liftarar, sko. Hann vaknar hádegi í a mansion og hvernig er mig gig? Næstu helgi. Hvað er lengi upp á sviði? 60 mjöndur. Fuck. Ég er að vinna yfir mig. Ég held að sé líka bara öll pressan í kringum hann eitthvað. En svo reyndan eins og ég sagði þetta í síðasta þetta að steiktasta sem ég veit um að ein aðal ástæðan fyrir álæginu var að því að þau eru ekki fluttin í húsi sitt sem kostaði eitthvað miljard. Og síðan er alltaf að breyta einhverju húsi þarna á þessu húsum sem. Allt í rugli. Þannig að við vorkennum svo sem ekki Kanye en við vonum að hann jafni sig nú. Eða ekki? Svo bara inn í lokin að Amanda Seyfried að vona barni, frábær leikona sem var í Mamma Mia. Þetta var svo Rikka gestur. Við ætlum í auglýsingar. Svo er það myndur fyrir cash og virkilega óþægilegt símtal. Fylgstu með jóladagatali FM 957 allan desember. Við drögum daglega út frábærar jólagjafir frá samstarfsaðilum okkar. Fylgstu vel með þegar við opnum fyrir síman og eitthvað af þessum glæsilegu vinningum gæti orðið þínir. Gjafakort frá Kringlunni, úr frá 24 Iceland, DJI dróna frá dronefly.is, Marley hátalara frá Eirberg. Fjölskylduspili Skellur kemur í rétta skapið. Glæsilegt rúm frá Dorma. Gjafabréf frá Veromóta. Allir vinningshafar fá svo karmeluperlur frá Nóa Sirius og malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957. Gleðileg jól. Þá er komið að því. Tiger Woods er mættur á Hero World Challenge. Það var Bubba Watson sem stóð uppi sem sigurvegari í fyrra í hörkukeppni við Jordan Spieth og Ricky Fowler. Hvað gerist í ár og hvað gerir Tiger Woods? Hero World Challenge, 1. til 4. desember. Tryggðu þér áskrift á 365.is / 1817. Golfstöðin. Allt golf á einum stað. Bros auglýsingavörur með þínu merki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Norðlingabraut 14. Nýbakaðar belgískar. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Kíkt í vöfflu. Magformers, smellin og skemmtileg seguleikföng sem hvetja til skapandi og lausnamiðarar hugsunar. Ímyndunaraflið er eina hindrunin. Magformers, segulkubbarnir fást hjá okkur. A4. Hlið dagsins er niður. Homeblessed. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Þetta var hún Louisa Johnson með lagið Out Tonight. Nei, það heitir So Good, afsakið. Og Rikki var nú ekki ánað með þarna Blö, þetta ekki að kynna lögin rétt. Richard, nú er þú sem yfirmaður, grípa inn í, lesa yfir. Ég ætla ekki að taka blöð og teppi hér, það er bara eftir þátt. Það er eftir þátt. En ég fíla hana, Louisa Johnson, hún mann X-Factor og hún kannið alveg. En það er komin tími á mynduru fyrir Kass, eins og við kölluðum núna. Það er búið sponsan. Já, talandi um Kass eins og þá er ennþá kosning í gangi. Það er farið inn á Facebook bandstrik Kass og kjósum sögurnar, storyin hvað við hefum gert fyrir 1 milljón á einum degi. Það er komið 707 atkvæði.
Ég held að ég þyrfti næstu 600 ef ég ætta Já, blöð sem sagt rassar í þessu. En ég fæ alltaf einn og einn glerharður bodybuilder sem poppar upp og segir Egill, Gilsi, inn á milli. Sér bara Eddi. En endilega tekkið þar inn og kjósið. En það komið tíma á Myndunum fyrir Kass. Og ég ætla að byrja á ykkur hérna, drengir. Hvað þyrftuðu mikinn pening? Nei, ég ætla að nýta þetta 1 milljón á dag, alveg rétt. Mætti ég ráða lífið ykkar í hálft ár fyrir 1 milljón á dag? Wow, 1 milljón á dag? Hvað er ráða? Þá bara myndi ég ráða hvað myndi gera allan daginn. Ok, ég myndi segja bara, hörðu, hlauptu allsber yfir næstu götu og bankaðu koninu og byttu mjólk. Já, veist, ég myndi kannski ekki alveg verið í því. En þú gæti gert það? Ég gæti gert það, já. Þetta eru, með skjáttastekki, þetta eru 180 kúlur þá, cirka? Já. 180 milljónir sem fengir. Já, en þú veist, getur ímyndað drastli sem að lætu þið gera það? Já, ég get ímyndað með það, en 180 milljónir, sko, tekur það ekkert upp á götunni, sko? Nei, en síðan Rikkir mjög líklega fótaskermillin land eftir þetta annan tíma, sko. En ég minna, þú veist, ég náttúrulega vinur ekkert, ég myndi aldrei láta það gera eitthvað sem að ekki að það myndi kosta fangelsi eða eitthvað svona. Nei. Okay. Ég ekkert að segja að fara bara að ræna búið. Má maður mæti vinnu og annað? Já, þú heldur bara áfram með þitt líf, en ég ræði bara hvað það gera. En ég gæti sagt þið, herru, drullar á vinnunni og gott og einn og náðið mig, við erum að fara að detti í það. Af því ég er í stuði á 3. degi. Það er hræðsla konar minnar mjög oft þegar blöð ringir í mann á kvöldin, sko. Hvað vill hann núna? Oftast golf. Herru, ég ætla að henda já á þetta. Ég ætla að hendi 180 kúlur og ég vil að blöð stjórni lífið mér í næsta hálfu ári. Go for it. Það vel gert. Það er streitufaktorn í þessu sem ég er ekki hrifinn af, sko. Að þurfa að vakna og sofna með magaverk og ég veit ekki hvað tjöfulinn þú lætur mig gera daginn eftir, þannig ég held að segja ekki þess verði, þannig þeim miður segi nei takk. Þú segir nei, Rikki segir já. Þetta er svona svo Steindi, hann segir oftast já við peningirna. Og þá er það næsta. Og þetta er af því að ég sá að það víst einhvað gæti verið að sé eitthvað að leka kynlífsmyndband með Tyga eitthvað, það er eitthvað rappar þarna sem er eitthvað tengdur Kardashian fjölskyldu, ég veit ekki hvað er með Kardashian fjölskyldu leka í gæsalöpum þá það? Ég veit það ekki, allavega sá ég að það var eitthvað að ræða það og ég hef nú einhvern veginn spurt út í þetta áður en man ekki hvort það var tengt myndur verið cash eða ekki, en hvað þyrftuðu mikinn pening, drengir, ef ég byrja á þér Egill, hvað þyrftuðu mikinn pening fyrir að myndu leka kynlífsmyndband með þér og konunni? Af því ef að menn eins og þú segir, er að leka hennar gæsalappa, hvað, þú veist, ef þú myndir leifus að leka, hvað þyrfti að borga þér? Og verður alveg hreinskilin, ekki segja eitthvað, já, 5 miljardar. Ósvæðilega góð spurning, þegar alltaf þú ert game over í gæðsölufum, höldum okkur að vinna með þær á Íslandi eftir þetta. Já, er þetta ekki bara allir að skoða þetta í 2 vikur og er þetta ekki svo bara gleymt eftir árið eitthvað? Nei, ekki á þessu landi. Gleymir þess enginn, sko. Það er þannig atriði, bara þú ert nýraður, þá er dæmt að tala já, lag myndband með þessum höfðingi hérna 2016. Já, alveg rétt. En hérna, ég held að svona að það sé ekki til upphæð sem hún gætir millifært á mig. Jálfunni, þú myndir ekki gera það fyrir 5 miljardar? Ég held skemmtir ekki máli hversu hátt talað þetta er. Ég myndi gera það fyrir 5 miljardar. En ég var til í að sjá svona, þú segir þetta, væri til í að sjá Rikka gefa út myndband í fasteignagallanum með töskuna. Jesús, menn, ég vissi að myndi komast einhvern veginn að í þættirinn í dag. Ég er að segja það, akkur sagði þetta ekki fyrir þá? Herðu, leið mér að með, hvað fasteignagalla? Hlutarkaleiki sem að fór í með konni. Þú varst ekki í vinnunni þá? Nei, þú vissir að það var ekki í vinnunni því að ég var í þættinum. Þú varst í fríi, Blondale. Hvað var það? Þú varst alveg búin að heyra þetta. Nei, ég sverða ég er ekki búin að heyra þetta. Sverða 10 fingur eftir Guðs. Ég hef ekki heyrt neina sögu þig sem fasteignasala. Ég var með spurningu hérna King of Marriage daginn. Og ein spurningi var, hefur þú farið hlutverkarleik með konunni? Bara dressaðu upp eða eitthvað, þú veist. Flestir eru kannski hérna firefighters eða eitthvað, nei, kannski smiður eða þú veist, þetta gera með opnin eitthvað svona basic shit, sko. Nei, Ríkard, viltu okkur segja ekki bara blöð? Ég held bara kæfti það. Varst þú fast eitthvað? Þú bara kveikja þér í síkónum og hlusta? Nei, ég vil að halla mér að samt í tónum Það fór í hlutverkarleik með konum. Varst þú fasteignarsali? Já, ég var fasteignarsali. Er það eitthvað? Jesús minn. Hvernig gekk og hvað, var hún að koma að skoða var hún að skoða íbúið? Þetta var bara vola simpul, bara eitthvað flip og ég hendi mig bara í ykkur jakkaföld, græði mér ykkur á tösku
Þú var að segja líka að bankaðar Já, ég sagði Hann bankaði og kona kom til dyr og hann lappaði um íbúin að vara verðleggja Hvað láraði Akkur ég ekki búin að hægna Þetta er bara mjög einfalt, við erum bara búin að mæla okkur mót og ég ætlaði bara að koma að skoða íbúð Já, þetta er hún sem þú ert frammi og bankar Já, ég bara býði góða kvöldi og bara, veit ekki hvað ég heit, Þröstur fasteignarsali eitthvað og þú bara var ég með einhverja myndir og var að taka myndir eigninu og segja Þetta er rosættir hlutarkuleikur sem ég veit Líka, þú veist Fasteignarsali Og hvað, ef ég má spyrja þér ekki Ok, þú varst að taka myndir í eigninni og svona Bara verðleggjana Já, eins og fasteignarsali að gera Og hvað hérna í roleplayinu hvenær fer að hitna í hlutunum? Já, bara svona, þú veist, ég fer að segja henni hvað verðið er og bara, ég meina, spyr bara hvort hún sé á lausu og eitthvað svona, ég ætla ekki að segja allan afgangin bara, ég var þarna bara, þú veist, það var bara smá flip og þetta er hefur hún sagt við eitthvað tíman, ég hef alltaf verið svolítið með eitthvað þing fyrir fasteignarsölu Nei, hún sagði það reyndar ekkert um mig En hver ákvað þegar þið fóru í hlutverkaleikinn og verið fasteignarsali? Það bara kom svona einhvern veginn bara upp sameiginleg hugmynd Mér fannst það bara að fyndi Flesti fær í smiðskalan sko Þetta er bara það besta sem ég Það var fasteignarsali Og hérna, og gekka vel, það var skemmtilegt Herðu þeir, ég getur betur Það er þetta, það er búin að segja söguna sko Ég elska þetta sögu, ég ætla að hérna hverri við Hefur, bara talandi það, hérna fyrst við erum menninu og opna sig hérna Hefur þú farið í hlutverkaleik? Akkur ég ætla niður yfir heilu Því að þú varst með þessu spurningakeppni, mér langar að vita það Við höfum opnað allan fjandan í þessu spurningakeppni Ég lítið með að spyrja þig, hefur þú farið í hlutverkaleik? Mögulega Eitthvað tíman, í hverju flipi Má ég spyrja hvað Ég var ekki fast þetta sali þá Ég myndi aldrei vera, ég er ekki það rugglaður að ég er fasteignarsali Akkur það rugglaður, er það ekki bara, þú veist En hefur Hvað bara með skjalatösku og jakkafötum og banka góðan daginn? Já, það ætti mér þetta fallegt Og með myndafél alla pakkan Ég ætla ekki að raketa niður ekki, mér þetta fallegt En Blöð, hefur þú farið í hlutverkaleik? Það er 100% Já, en sko ekki, ég myndi ekki sem 100% Því að ef ég var alveg hinskinn, þá var ekki verið oftar en einu Varstu doctor? Nei, ég var ekki My name is Anna Blundell and I'm a surgeon Ég var ekki doctor Varstu iðnaðarmaður? Nei, það er engin kærasta mér myndi vilja Rafvirki líka gott Já, rafvirki getur verið gott sko En hvað varst þú eiginlega, ef ég spyr? Ég held ég að vera lögreglumæður Það var ekki frumlega það Nákvæmlega Varstu base cop? Ég get ekki farið Lögreglumæður, frábært Rosalega vond En Ég var ekki base cop Það er ekki lægi með þig Hefur þið verið eitthvað annað en fasteignarsali? Nei, ég hef ekki verið neitt annað en fasteignarsali Það vill ekki tala um þetta Nei, já ok, bara svo ég klári hérna ekki Hvað þurftið þú mikið fyrir að hérna Vá maður, ég grétur hlátur Hvað þurftir þið mikið fyrir að kynnist með bændurleikanandi? Erum við ennþá í þessari kynningu? Bara svar, þetta er ekki flókið Já, ég myndi alltaf, þú sagði 5 milljarða, ég myndi taka 5 milljarða Það myndur þú gera fyrir miljard? Nei, 5 milljarða, þá myndi ég flýja land Ég held ég myndi gera það fyrir 2 Svei með það En fallegast í þessu öllu saman, nú veit ég það Rikki hefur tekið fasteignasalan á nýtt level Ásamt DJ Snake sem er sennilega versta DJ-nafni heimi fyrir utan Muscle Boy Svei með þá Hei, Dónaskapur Blöð Já, DJ Muscle Boy er ekki flott DJ-nafn Ég segi bara vitna í Ford Fairlane Can't say something nice about someone Make sure it's out of the goddamn room Það fyrir að baktala mig DJ Snake og Justin Bieber Rikki, hvað er meðal fermetraverð á kórunum núna? Æ, Jésús minn almáttir Það er að spáði sitta söl Máttu ekki hafa vondu verið Þetta er ekki fasteignasalurinn Blöð Fasteignaþátturinn Blöð sko Nei, það er líka sko Það er líka regla í FNÍ Blöð Það er meðan opna sig Það má ekki vera að baka ómikið Nei, ég máli bara létt stríðni Rikki með breytt bak Þið eru að hlusta hér á FNÍ Blöð Það er Auðun Blöndal Fasteignasalinn Rikki og Egill Einarsson líka strakt að En við ætlum að henda okkur núna í örstuð Við nýttum okkur að Rikki væri með okkur í dag Hann var veikur í gær og fekk óþægilega símtali og átti að hringja í ömmu sína og segja henni að hann væri ennþá veikur heima og amma henni hún kom að heimsækið í gær. Já, þess að amma er 87 ára gömul, hún er mjög mikið að gamla skólanum, hún var í húsmæðraskólanum, gerir bestu pönnukökur og kleinur í heimi, hún er ennþá að sauma, hún er ennþá að prjóna, hún setur heimsmetið, hún á eftir að vera 110-115, hún er ennþá að keyra. Hún kom bara til mín í gær, heyrði að ég veri mjög veikur og ætlaði bara að koma að sjá hvernig barnabandinu liði. Þú lifir líklega styttra en hún. Nú, hvað? Hún 87, hvað ég var að lifa 20 ára viðbótið?
Skemmtilegur maður. Heyra símtalið hans Rikka þegar það hringdi ömmu sína hér rétt, fyrr í dag og eins og Rikki segir þá kom hún á heimsækjan í gær því hann var veikur og hann ætlaði að nýta sér það hér í símtalinu. Tjekkum þess að þessu. Já. Amma mín. Já. Hæ, þetta er ekki. Hæ. Ertu hann góður? Nei, ég get nú ekki sagt það. Fórst í vinnuna? Nei, ég get ekki sagt það. Nei. Ég var svakalegt með maður bara var að æla á þann og svo fór ég bara upp í rúm og ég bara skeiti í rúmið. Jesús minn. Bara runni frá þér? Já, ligg bara þar núna sko. Hvað á maður að gera? Já, það er ekki hægt að fara í vinnu, svoleiðis. Nei, verði ekki að taka af rúminu og ég get ekki látið Valdís að sjá þetta. Nei, þú voru að gera það. Svoðar. Já, veistu með eitthvað efni, eitthvað sérstætt efni sem ég get nota á svona það? Ég spreyjaði bara í drullublettin. Einhverju. Já. En svo bara í sjálfur sko, því maður bara eins og ég leki sko, get ég eitthvað gert til þess að koma svona í veg fyrir að ég sé að leka svona, get ég sett bómull eða eitthvað? Settu bara handklæði. Já. Eins og bleiu. Svo þetta fari ekki, að það frekar að svoleiðis heldur en að verða að taka af rúminu. Já. Nei, þú veist, en þú verður ekki teirt að menn sé að setja bómull hérna upp í rassinn? Já, eða tappa eða eitthvað. Jú, það er alltaf hægt. Já, mín. Nei, ég er að stríða þér, ég er búin að jafna mig. Stríða mér? Anskotans sagði hann og svo datt út símtalið þegar hann var að kveðja hana. En hvernig talar við ömmu þína? Þetta er bara að tappa hana. Þú sagðir ekki bara að það var slísið eitthvað eða? Ég hægði með rúmi, ég skeit í rúmið. Ég var að segja að amma er að gamla skólanum. Hún þólir ekkert svona tepurskap og talar bara hreina íslensku ömmu. Já, svo það sem að komi líka óvart við þetta símtalið er að ammaðin var ekkert að keipa sér upp við þetta, bara eins og sé vönu, svo bara hentu handklæðarna eins og bleiu. Skeistir þú mér ekki með? Það er bara another day at the office og Rikka fasteignarsala sko. Ég kýs frekar að vera með donut. Ég vil ekki að þetta fara að festast eitthvað. Ég er ekki bara að kalla þig kleinurhringin einu sinni í dag. Nei, en fasteignarsala 10 sinnum. Viltu frekar að kalla fasteignarsala heldur en donut? Alltaf donut frekar. Aldrei fasteignarsali. Það eru auglýsingar, svo förum við hér í spurt og svarað og já, fleira hressandi. Við erum með sturlu staðreynda eða hrossaskít og svo er hún að koma líka hún Sigrún Hans Steinda og við ætlum að spyrja honum úr. Eldhúsið okkar er opið til miðnættis í kvöld. Kíktu við í brakandi ferskt Juicy Sushi. Borðapantanir í síma 568 6600. Sushi Samba, Þingholtsstræti. sushisamba.is. Drónfly býður þér í afmælið sitt laugardaginn 3. desember milli 14 og 17 í verslun okkar á Krókhálsi 6. Afsláttur af öllum vörum og léttar veitingar. Drónfly.is. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Í stórleik helgarinnar fara Conte og hans menn í Chelsea norður til Manchester. Mæta þar Pep Guardiola og lærisveinum hans í Manchester City. Hörnan er í húsi og Aguero! Hvað er aðeins manni hérna? Manchester City, Chelsea, laugardag klukkan 12:20. Uppbytun með sérfræðingum Stöðvar 2 Sports hefst klukkan 12:00. Tryggður áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það jafnast ekkert á við eldbakara pítsu, bökuð með ástríðu úr gæða hráefnum. Castello Pizzeria, sími 577 33 33. Iðnaðarmenn vinna með gæði og gott verð. Múrbúðinn, Kletthálsi og Reykjanesbæ. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. FM 95 blöð hér á ljómandi fínum föstudegi, kominn desember, flestir búnir að fá útborgað jólahlaðborð hingað og þangað og það er gýr á okkur strákunum. Já, það er stemming bara í þjóðfélaginu, það er hlýtt og gott veður og hvernig er það, viljið þið hvít jól? Nei, ekkert endilega, ég vil bara hafa þetta svona, þetta er búið að vera ljómandi fínt. Mér er eiginlega drullu sama. Já, það er svona, það er jólalegra. Ég kann alveg vel við að hafa 8 stæði hita.
Já, ég sammála því. En það mætti koma snjókoma þarna svona 2 dögum fyrir jól og fara svo. Það er ekki snjókoma Benidorm og Tenerife núna. Fólk er mjög hræst og jákvæmt og lífið leikur við það, sko. Já, það er alveg rétt þér. Ég er bara að segja hvað ég væri til í fyrir geðu. Verði til í smá snjó hann jólin, en ég náttúrulega geti líka bara drulla með til Benidorm og haldi jólin þar með þér og hinnum krökkunum. En það er konið að sturla staðarind eða hrossaskítur. Ég er góður þessu. Þetta er líka skemmtilegt því að þessi liður vaknaði svolítið um að búa til spilið, skellur, af því að þar á fólk alltaf svara hvort þetta sé sturla staðarind eða ekki. Já, þannig að þetta er eitt liður í spilinu, en eru þið tilbúinir, drengir? Já, hárrétt. Og hver vann áttu síðast? Þú eða Steindi? Ég held að Steindi hafi tekið Steindi vann síðast. Það var alveg skemmtur. Og ég er með mjög skemmtilega spurningu tengda Steinda og ég ræddi þetta við hann, við fundum skemmtilega spurningu og fyrsta spurningin er: mammans Steinda sótti hann eftir hann misti sveindóminn, sturlu staðarind eða hrossaskítur? Þetta er eitthvað sem er ekki hægt að googla. Sótti hann Þegar hann búin að missa sveindóminn. Sko, ef þú ringt í Ester, sko, ef að misti sveindóminn kannski 16-17 rétt ára með bílbróðið, hvar var hann eiginlega? Diskoteki eða busaballi? Fór hann að busaballi í Vendaskóla og ég veit það ekki, þetta er bara en Vildan segja með mér svona, getur þú sótt mig á hvert, hún er alltaf spurt hvar ertu? Hann er kannski ekki tímt að taka taxa. Ég held að það sé hárrétt, correct segi ég. Þú segir þetta sé sturlu staðarind? Já, Riki? Ég ætla að segja þetta sé horsemanure. 1-0 fyrir Agli. Yes! Þetta er Já, þetta er satt. Mamma Steinda sótt hann eftir að hann misti sveindóminn. Eins og ég sagði, var það eitthvað busaball og Nei, hann var bara heima á einhverja vinkonu sinni sem sagt og þau sá eitthvað saman, svo var mamma hans fyrir utan að sækja hann og eitthvað, hann var eitthvað lýsa þessu romantíkt. Við getum kannski spurt konuna svo út í þetta eftir þegar hún kemur. Reyndar var þetta nú ekki hún, held ég. Svo er það næsta. Íkornar stunda skipulögð slagsmál, sturlu staðarind eða kjaftaði? Skipulögð slagsmál. Bara, ok, þannig að það er búið að plana hitting og það er út að skipulega eitthvað, þá átt að ákveða klukkum hvað það er. Það er akkurat rétt í þér, það er búið að plana hitting að slást. Þannig að þeir eru þá með klukku, eða ekki? Þetta er heldur í alvegni ef að íkornar eru með skipulögð slagsmál að einn íkornin segja, herru, klukkan á kortir yfir 3 fyrir að drífa með að slást. Þeir eru bara svona á sama svæðinu. Synkaður ekki bara einhvern veginn. Þetta er eitthvað mesta horse manure sem ég hef heilt. Álveru horse manure. Þú segir þetta sem kjátaði. Riki? Íkornar að slást, það er eitthvað svo, það getur eitthvað fallegt fyrir. Ég ætla að segja þetta sé satt. 2-0 fyrir Gilsa. Jesus Christ, meirins að eru íkornar, ég hef komið inn á því stjórnum staðrindum að íkornar eru einhver bestu dýr sem við finnum því að þau taka að sér aðra íkornar tínast og... Ég hefur segið íkornar með klukkur, ekki? Það hefur ekkert verið að tala þessu, hann var ekkert að tala um það. Klukkan er kortir í 6, ég er að fá slást. Svo er það næsta. Það er dauðarefsing að þú er tekið með fíkniefni í Singapúr. Sturlu staðarind eða kjaftaði? Það er ekki fleiri í stöðum. Það er ekki fleiri stöðum. Jú, það eru fleiri stöðum, er það ekki Dubai? Það er æsast alltaf mikið þessu fíkniefni. Hvað, Singapúr? Já, er dauðarefsing að þú er tekið með fíkniefni í Singapúr? Ég ætla að byrja á þér, Riki. Singapúr? Ég ætla að segja já. Þú segir þessi sturlu staðarind? Dauðar í Singapúr, nei, Singapúr er samt ekki svona mikið. Það verður eitthvað að ákveða þetta fyrst. Nei, ég ætla að segja nei. Þú segir þessi hrossaskítur, Egill? Ég ætla að segja nei líka. Rangt hjá okkur báðum. Það er dauðarefsing. Þú tók ekki sjensun á móti Richard. Þetta er sturlu staðarind. Þetta er mikið við það sama. Twitter er að fokka mér. Það er allir að skrifa á Twitter. Ég er að leita að vera húsnæði eftir með einhverja hugmyndir. Það er bara að vera að takka mig hérna með hvað eftir annað bara. Ég er sko án grís. Ok, það er þetta, ég verður að hrósa Twitter. Það er mjög gott comedy. Ég er að leita mér að íbúð, getur þú hjálpað. Þetta er það besta að segja. Ertu með eitthvað hérna? Nei, ég er ekki með neitt á lausu. Herðu, svo er það næsta. Það eru 2 eftir, þú getur jafnar ekki. Sturlu staðarind. Nicolas Cage fekk verðlaun sem besti leikari í heimi í Kína árið 2013. Já, það er pottþétt. Kínverjarnir elskan. Hann er fárálega vinsæll hjá kínverjarum, sko. Nú leikið í bíómyndi í Kína með þessa. En minna, hvaða myndir hafa verið að koma með Nicolas Cage sem besti leikari í heimi? Þú verður ekki að segja bara besti leikari í Kína? Nei, hann var valið, fekk verðlaun sem besti leikari í heimi á verðlaunafhendingu sem var haldin í Kína. 100%. Ég ætla að segja þetta sér rétt.
Rétt hjá okkur báðum. Þetta sturglu staðrind. Í Kína var Nicolas Cage valinn besti leikari í heim. En Nicolas Cage líka geggjaður leikari. Já, það er Con Air, The Rock. Já, nú segir þetta aðeins he needs a hit. Já. Þetta eins og Chris Rock sagði Ricky Martin þegar það var She Bangs og þá sagði Chris Rock á MTV-velunhátíðin að hann kynnir og hann sagði Ricky Martin needs a new hit like a crackhead needs a new hit. En ef ég sé að sambíónu með mynd með Nicolas Cage þá ég mættur Já, næstu samt ekki sammála, vantar svona nýjan eitthvað blockbuster frá kallinum. Já, hann hefur séð Face Off. Já, séð The Rock. Já, Þetta er séð 10 áratökum. Þetta eru eldri myndir. Ég er að tala að vantar núna nýjar. Adam Sandler var líka geggjaður á 10 áratökum. Þegar þú gefur út mynd þess að Con Air þá bara heimurinn búin að gefa þér bara svona 25 ára passa að drölla. Robert De Niro, Cameron Poe, Hitching a Ride Home. Síðasta sturglastarinn dagsins eða hrosseskítur. Flóðhestar leika sér í feluleik. Sturglastarinn eða kjaftaðar? Flóðhestar eru mikið í ykkur mýri. Hvað felaði þess samt? Í vatninu, drullupittunum. Shut your mouth, Richard. Þú er alveg ekkert þetta. Jú, ég veit þetta enda. Ángríns. Ég veit þetta. Ok, þetta er 2-1 eða ekki? En flóðhestar eru mjög pirruð dýr og yfirleitt það sem fólk deyr mest af dýravöldum. Flóðhestar eru hættulegasta dýr í heimi. Já. Ég ætla að segja að flóðhestar séu það pirraður og leiðilegir að þeir nenni ekki verið í feluleik. Ég ætla að setja sér horseman ear. Þeir eru ekki að leika sér í feluleik. Ég tek séðansinn. Ég segi þessi færri feluleik. Þeir elskar feluleik. Rétt og Rikka. Þeir fara ekki í feluleik en Egill vann þetta 3-1. Já, ég vann þetta. Ég fekk 2. Já, 3-2 fyrirgefur ekki minn. En Egill var með sigur hér. Flóðhestar leika sér ekki í feluleik. Hér, eftir smástund þá förum við í spurt og svarað hjá Gilsónum. Það voru ekki einhverja spurningar sem voru að hrannast inn, Egill? Já, eftir að fréttist bara að ég væri með ykkur 2 í dag og Stendi væri fríi og kveikt eitthvað. Já, en hér það nýjasta frá MC Gauta. Svona þetta og það komið myndband og lætið. Þetta virkilega gott lag, tekja á þessum. Það held ég það nýjasta frá MC Gauta. Svona þetta og ég að fíla þetta. Vonandi þið líka, kæru hlustendur. En Egill, það spurt og svara hér eftir smástund en þú ert fyrst með tilkynningu. Já, við þurfum að uppdata fólk. Já. Gert það í þættunum með spilið. Já. Og það er stór tilkynning. Þetta er enda reysa tilkynning. Við erum officially komnir í verslanir. Spilið er komið í búðir. Já. Þannig að nú hægt að fara í hagkaup, það hægt að fara í bónus, það hægt að fara í bara flesta verslanir og kaupa skett. Officially komnir í verslanir félagarnir og við erum búin að vera alltaf að launcha leikjum á föstu dögum. Já. Sem búið að vera, og ég var að draga, við vorum að draga sig að vera bara rétt á hann og við ætlum að halda því áfram. Ég var að setja hérna á síðuna rándýrt 15 sekundna kynningmyndband. Mjög einfalt til þess að taka þátt í næsta leik. Það er bara að læka þetta myndband og læka síðuna í pottinum, þetta er ekki flókið og ég var að keyra inn á síðuna facebook.com/skellur og við þurfum að plugga því líka blöð að ef það er einhverjir sem vilja kaupa spilið Right Fucking Now og vilja fá áritun, þá er ég og þú árita morgun í Hagkaup milli 2 og 15:45 í Hagkaup Smáralind. Steindi með allt lóðrétt kemst ekki morgun niður sig því hann ákvað að fara til Tenerife. Já, en við verðum mættir að árita og heilsa upp að lið og svo er líka það er eitt sem er mjög fyndið sem ég ætla að segja hérna Rikka og hlustendum. Ég er svo fegin að spila sem komið til landsins að því að vera með Steinda Junior á bakinu, að fara í business með Steinda Junior er eitt af rosalegasta sem ég hef kynst á ævi minni. Það er engin maður hrættari í heiminum en Steindi við hluti. Hann er a giant pussy. Nei, hann var alveg pottitur á því að spilið kemur á kínversku. Ég bara, þetta kemur á íslensku. Nei, er þetta ekki Kína? Jú, þeir eru bara að fara að prenta dæmi. Og líka skipið myndi sökka. Hvað er skipið sökkur? Er maður að heyra mikið að fréttum að skip sé að sökka mikið eða? Þannig að það eru gleðitíðindi fyrir okkur sem erum að gera þetta með honum að spila sem komið til landsins því að þá róast hann aðeins drengur. Það var einhver jafnvel létt og stóni. En endilega kíkið okkur, við erum í Hagkaup í Smáralind morgun klukkan hvað er frá 2. Morgun erum við í Smáralind fyrir 2 og 15:45. Sittum hann að félagarnir silkisleikir. En farið inn á facebook.com/skellur og takkið þátt í þessu leik. Við erum að gefa spil. Ef ég myndi koma morgun í Hagkaup, kaupa með spil, hvað myndi þið skrifa í áritununa hjá mér? Takk fyrir að kaupa spilið fasteignasali. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustöð fyrir klukkan 2 á laugardaginn. 1
X2 við tippum. Á laugardaginn á milli klukkan 4 og 6 gefst fólki tækifæri á ókeypis myndatöku með jólalest Coca-Cola hjá IKEA Kauptúni. Látið sjá ykkur og njótum saman jólin. Coca-Cola. Þegar 2 blá lið mætast þá blánar maður blátt áfram í framan af spennu. Tippaðu í beinni á Manchester City Chelsea. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Hó, 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 hókus pókus, spennandi jólagjafir á góðu verði. Hókus pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Núna rjúkandi sala á góðum bílum. Okkur vantar því allar gerðir bíla á skrá og á staðinn. Komdu við hjá okkur í dag að Fossálsi 27, Draghálsmegin, Höfðabílar. Queen Fit, fyrir drottningar eins og þig. Vaxtarvörur.is. Hátíðalínan frá OP, Breakfast at Tiffany's komin í verslanir. Þá komið að því. Tiger Woods mættur á Hero World Challenge. Það var Bubba Watson sem stóð uppi sem sigurvegari í fyrra í hörkukeppni við Jordan Spieth og Ricky Fowler. Hvað gerist í ár og hvað gerir Tiger Woods? Hero World Challenge, 1. til 4. desember. Tryggður áskrift á 365.is / 1817. Golfstöðin. Allt golf á einum stað. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þetta Sia ásamt Kendrick Lamar hér í FM 95 Blö og já, það komin tími á dagskjölið sem að nú ekkert á hverjum degi hjá okkur á hverjum föstudegi. Hann að verða svolítið sjálfgjafur en við gáum leyfi á hann í dag. Það spurt og svarað hjá Agli. Og Egill, hvað ertu með handa okkur í dag? Ég með 2 spurningar. Búið að hrannast inn póstur eða? Já, búið að vera mikið. Mikið álag. Einhver fólk út í bæ sem að leita sér að nýri fastegnu eitthvað. Rikki, ég náttúrulega að selja það, þú vilt koma að kíkja. Já, ok, þetta ekkert gammalt. Nei, sko, akkur kíkjur ekki á Blöð á? Ég ætla bara að kíkja á Blöð alveg til þess að kýla hann, sko. Ekki til þess að taka út neitt hús, sko. Ok, ég lofar ekki, ég mun ekki minnast á datur. Ok, 2 spurningar, önnur að styttri. Byrjum bara stötu. Sæll Gilsi, það aðstóð og það helst í gær. Það stutt til jóla. Ég 9 ára gamall og ég var heima á Fáskursfirði. 9 ára gamall? Já. Ég elska þegar ég fæ young male, eins og ég kalla það. Young male. Og þessi höfðingi segir, ég hef frábæra hugmynd. Ég að gefa út spil fyrir jólin. Það heitir Smellur. Geggjað spil. Það búa 662 hérna á Fáskursfirði. Ég prentaði 60 spil. Mér finnst þú raunhaft að selja 10% af íbúðunum hérna þetta spil. En það eitt sem að stríða mér. Ég með þykkt fallegt hár, enda bara 9 ára gamall. Já, ok, hann að spura hvort hann getur gefið spila þínu sköllótt en að segja það. Nei. Menn ekki fara bara í næstu. Ekki eitthvað að vissu menn ekki að Rikki var hérna í dag, eða? Vissu hann ekki? Ég farið að þinnast í honum 9 ára. Nei, hann segir, sko, hann með skýri sig gæði fyrir að vera 9 ára að krakka. Já, ég minnst það. Testosterónframleiðslan ekki orðið það mikil ennþá hjá mér og hárið situr sem fastast og það að gera mig geðveikan. Ég vonað að ég missi hárið kringu 20 eins og kóngurinn, Blöð. Jesús almáttur. Ótt að ég bara býði í 11 ári viðbót, segir hann. Frábært hjá honum og bara gangið vel með smell. Móna smellu seljast. Hvað ertu með þeirra þarna? Sko... Já, þetta var skemmtilegt. Næsta spurning, Sæll Gilsi. Frikki G heiti ég. Hvað sagður þau? Frikki G. Ég heiti Friðrik Gunnarsson, en vinið minni kalla mig Frikka G. Ok. Það þetta besta nafn sem ég heist. Frikki G, já. Ég 6 ára drengur og heim á Siglufirði. Þessi 6 ára? Ok. Young male, aftur. Ný útskrifaður úr leikskóla og var að byrja í grunnskóla. Mjög spenntur fyrir því, segir hann. Kennarinn spurði allan bekkinn daginn, hvað ætlið þið að vera þegar þið eru stór? Flesti krakkarnir svöruðu lögreglumaður, slökkviliðsmaður, dýralæknir og eitthvað svona klassíst. En þegar kennarinn sagði, jæja Frikki G, hvað ætlið þú að vera? Sagði kennarinn, jæja Frikki G. Sagði hann ekki, jæja Friðrik, eins og bara svona flestir kennarar myndi gera.
Kennarinn sagði semst bara, jæja Frikki G. Já, hvað leiðum að klára? Hvað spurði hann Frikki G? Hvað hann vildi vera það? Ég sagði, jæja Frikki G, hvað ætlar þú að vera þegar þú verður stór? Þá sagði ég hátt og snjallt, ég ætla að vera besti lýsari og DJ sem við Íslendingar höfum átt. Segi Frikki G. Ég lýsi öllum fótboltaleikjum í frímínútum. Ég tek lýsa þar að krakka til að spila. Og síðan segir hann líka að ég tek aldrei þátt í leikfimi. Sitt bara á stól og lýsi því sem ég sé. Stundum trompast ég alveg þegar það er dramatík og öskra mjög skrækratað og hátt. Það náðust myndbætt á því daginn og ég er að vona að það fari viral. Og sagði hann viral. Hvað var ekki 6 ára en hann bara byrjaði að tala um viral? Helgin er svo fyrsta barnaskemmtunin fyrir fyrsta bekkin og ég er DJ. Ég er mjög spenntur. Flestir kallar mig DJ Donut. Alveg eins og Rikka. Akkurat. En ég kallaði DJ Donut. Er það DJ-nafnið þitt? Nei, það er ekki DJ-nafnið með DJ Donut. Hvað er DJ-nafnið þitt? Bara DJ Rikki G. Jésús, DJ Rikki G. Vertu með ástæð fyrir að virti DJ-ar eru með DJ Snake, DJ Muscle Boy. Já, akkurat, mjög virt. DJ Rikki G. Ég ætla að segja og þú kallaði DJ Donut. Já, engar áhugjur, ég er ekki að kalla mig DJ Donut. Það verður skrítið. Það var geggjur hugmynd, Richard. Nei, ég er ekki árun, ég verði bókað nú leitna að vera að bóka DJ Donut. Nei, fara að vinna með það. Nei. Herru, reyndar, ef þú myndir skýra þig DJ Donut, þá getur þú farið í samstarfið til dæmis Krispy Kreme og eitthvað. Já, akkurat. Herru, er þetta ekki komið? Verðstu ekki leysa vandamáli fyrir hana? Hvert var vandamáli? Ég er ekki bara að klára. Ok, hann er Frikki G, hann er 6 ára, hann er að lýsa fótbolta í frímínútum. Hann er aldrei í rútum, hann setur bara og lýsir, hann lýsir í frímínútum. Og hann er að DJ núna í fyrsta bekk. Hann var að fara í grunnskóla, hann er DJ. DJ Donut. Hann er 6 ára. En það er eitt risa vandamál, segir hann. Ég er frekar grannur. Það virðist ekki skipta máli þó ég sleppi leikfimi og lýsi bara leikjum og borða bakkelsi. Það sest ekkert á mig og ég næ ekki að gera mig spekfeitan eins og Rikki er. En möguleiki Rikki getur sendt mér hefðbundin dag í matarannu hjá sér. Takk fyrir mig, Frikki G. Rikki er ekkert spekfeitan. Þetta má ekki. Sendu mail á Frikka G en það kallaði spekfeitan. Já, ég skal gera það. Hvað er e-mailið hans? Ég skal láta hann að krakka asna heyra. Það er gils.gils.is. Já, nákvæmlega. Það er mailið hans. Já, Frikki G. Ætlar ekki að leysa þetta eitthvað? Leysa þetta eitthvað? Ég meina, hann er 6 ára, það er bara erfitt að fitna þegar maður er 6 ára. Þú verður bara að halda áfram að borða bakkels og ég er ekki spekfeitur, by the way. Varst þú í top shape þegar þú var 6 ára, Rikki? Já, ég var í top shape. Ég var komin í yngri flokkana í fótboltanum og allt. Hér er nýjasta lagið frá DJ Donut, The Hills. 5 blöð á föstu degi. Þetta var Vá, þetta er klukkan 10:05. Þetta er fljótt að liða maður. Ekkert smá. Við náum aldrei að klára það sem við ætlum að gera. Nóguð vissin. Við erum í stuði, þetta er gaman. Það er líka, það er eitthvað eins og ég sagði bara í byrjun þáttar. Það er Íslendingar og desember, það er eitthvað við það. Það er styttist í jólinn, það er föstudagur, það er allir nýbúin að fá útborgað. Og mikið að jólhlaðbörum, bæði í kvöld og morgun. Allir í gír held ég. Er þetta eðlilegt? Já, mækurinn hans það er bara að stilla þetta og gera það hérna en hún alltaf ratar ekki til Hafnarfjarðar sko, bara herða þetta. Það er mjög þreytt sko. Bara herða þetta, þetta bara hérna, svona þetta er komið. Smiður það? Smiður, bara að vera með eitthvað í hausnum. En það er, samkvæmt handriti er núna komið að sko, ég hræðist nú alltaf þegar steindið með þetta. Hér stendur augljósa staðreyndir, ekki? Þú að frá augljósa staðreyndir. Já, ég er vel peppað fyrir þessu. Já, vel peppaður. Þetta er upp á sliðurinn minn. Ég eiginlega bara skipaði mér að vera með þetta. Ég er pínu kvíðin en ég gerði mitt allra besta. Þannig að þú ert búin að semja augljósa staðreyndir? Já, og hérna, það er alltaf eitthvað undir hérna hjá Steinda. Ég þarf náttúrulega að hafa það líka. Já, Mr. Selfridge-spellan. Já. Ok, ég ætla að finna hann. Hvort ég komist í hann gýr eins og Stoney. Há er að sjá, augljósa staðreyndir. Ég veit ekki þegar Steindi með þar, þannig að það er áhugavert að heyra þegar Rikki með þar. Ertu að tala um þennan? Hér? Já, þannig, herru, nú er ég allra að peppast maður. Ok. Er þið tilbúinir? Já. Fyrsta augljósa staðreind dagsins. Vatn er blautt. Good comedy. Fannst þið það? Vatn er blautt. Þið vitið það, vatn er blautt. Ok. Númer 2. Jólatré, að því eru nú jól. Jólatré eru ekki góð í póker. Jólatré er ekki góð í póker. Þau get ekki verið í póker. Þau eru bara, þú veist,
Þetta bara jólatré. Góður Richard, þetta mann að takast að eyðileggja öðru staðarendur. Mér langaði ekki að vera með þetta. Ég var búinn að segja þetta. Þetta er ekki það flókið liður, sko. Mér langaði ekki að vera með þetta. Tókst að eyðileggja dagskulegin. Thank you, Richard. Þetta grínast. Ok, nei, Riki, látt ekki svona. Það er allir grænjandulátri. Hvað er með fleiri? Allir grænjandulátri, ok, nummer 3. Gíraffar keyra ekki leigubíl. Akkur ertu alltaf að lækka þetta niður? Þú ert ekki að lækka. Er eðlilegt að þáttastjórnandi lækki niður í mér, hann lækkar ekki í bettarinn og Steinda? Akkur ertu ekki að hlægir? Ég er drepa á dagsklöðunum minn. Ég held kannski að myndi bara hendi basic augljósar svo. Basic augljósar? Þetta er augljósar. Gíraffar get ekki keyrt leigubíl. Það er augljós staðreind. Þeir komast ekki fyrir í leigubíl. Ná, já. Herru, förum bara í eitthvað annað. Nei, ok. Það byrjar veldig sterkt að það, með þetta gott comedy með vatnið og það. Já, þú byrjar þetta rosa sterkt. Vatnið blöitt, það er hérna fólk sem kerði út af hérna Miklabrautinni. Ég var að lesa það. Hérna, taktu allavega inn. Pabbi minn, hann er með tippi. Guð minn góður. Nei, maður. Herru, það er komið gott að þessu. Já, það er að skoppa þetta. Og eðilega hendarskulið. Eðilega hendarskulið, eðilega kom þetta frá þér. Ég vissi sama hversu góður ég vorði í dag í augljósum staðreyndum. Þú er aldrei hlegið. Þú gerir þetta viljandi að ætla ekki að hlæja. Hann að heimta þú verðið með þér. Já, hann var að heimta það í gær. Og hann sagði við morðið, ég sagði, ég kann ekki. Þetta er easy, Richard. Ég er alltaf að fara að hlæja öllu sem þú segir. Ég grenni úr hlátri. Sama hvaða staðreyndum kemur. Ég er með þetta á tjatti hjá okkur. Hann þvílíkt að peppa mig upp í þetta. Ég hef aldrei fílað augljósar. Varstu að henda Rikka fyrir rútuna? Mér varst fyrst að með helviti stær, ég hló mikið að henni. Rikki, prófaði einan. Reynda einan hérna. Setjum hann að stað. Ok. Ég er að opna hérna brefið. Mamma mín og pabbi eru foreldrar mínir. Nei, þetta er bara ekki að virka. Herru, sett á lag. Akkur, ég er sveittur hérna á enninu. Það var farið eitthvað annað. Jesus Christ, maður. Hvað ástu að leikja semja það, Rikki? Ég var frekar að leikja semja þetta. Hann er góðsveit. Rikki er eldræður og góðsveit. Það er svona að sjá undir handakrikunum mér. Herru, við þurfum að setja það fyrir 9 fyrir blöstnandi. Ertu með það? Fólk þarf að sjá hvernig Rikki er, hún er leið svo illa. Ok, en bara svo veit ég að þetta var bara þú Egill að henda Rikka fyrir rútuna. Jú, þú hlærði alltaf að augljósu staðreyndunum hjá honum Steinda. Sjá einhvern Rikki greið, lítur út, syndu blettin. Mér er aldrei leiðið jafn illa á ævinni. Og Egill sagði ekki, ég sagði, eigum ekki vera með eitthvað comedy í félaginu? Bara, já, klálega, og kemur Egill. Hörðu, því að Steindir ekki á morgun, þá tekur þú augljósar. Ég sagði, nei, þetta er svo lítið mál, maður. Þú bara gerir eitthvað asnalegt. Ég hlæ alltaf að þessu sama hvernig þetta verður, þannig ég bakkaði alltaf upp. En ég byrjaði að hlæja geggja mikið, mér finnst þetta mjög góð. Byrjaði að hlæja, þú komst he í fyrstu og svo var búið. Ég er með augljósa staðreynd. Ég var að setja á FNF blöðsnappi hversu sveittur ekki er, þannig að ég mæli með því að fara og tjekkja það right now. Hann líður illa hérna. Ég er með augljósa staðreynd. Þessar augljósu staðreyndir voru hræðilegar. Við draugum daglega út frábærar jólagjafir frá samstarfsaðilum okkar. Fylgstu vel með þegar við opnum fyrir síman og eitthvað af þessum glæsilegu vinningum gæti orðið þínir. Gjafakort frá Kringlunni, úr frá 24 Iceland, DJI dróna frá dronefly.is, Marley hátalara frá Eirberg, fjölskylduspili Skellur kemur í rétta skapið, glæsilegt rúm frá Dorma, gjafabréf frá Veromóta. Allir vinningshafar fá svo karmeluperlur frá Nova Sirius og malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957. Gleðileg jól. Blazing Boxmaster á KFC er sá allra heitasti. Þú verður að smakka. KFC, svo gott. Það er Dalúndagur í dag. Codenames. Notið vísbendingarnar og ráðið í dulnefni njósnarana en gætið ykkur á leigumorðingjanum. Eymundsson. Dronefly býður þér í ammæli sitt laugardaginn 3. desember milli 14 og 17 í verslun okkar á Krókhálsi 6. Afsláttur af öllum vörum og léttar veitingar. Dronefly.is. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega og óvart. Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Ibuprofen Brís. Fljótlegt og hægt að nálgast í næsta apóteki. Ibuprofen Brís. LG og Túborg kynna Sónar Reykjavík í Hörpu. Síðast var uppselt. Tryggðu þér miða í tíma. Miðasal á Sónar Reykjavík fyrir fram á miði.is. Aðventan er hugguleg fyrir enn einn korthafa sem fá 20% afslátt af kaffi og bakkelsi í desember. Kósi. Enn einn.
Ómfagurt úrval af fallegum hátölurum og heyrnartólum fyrir jólabörn á öllum aldri. Vertu blessunarlega þráðlaus við jólastressið. Þú getur meira jólin með símanum. Fleiri bílastæði, minna stress. Gefðu þér smá tíma fyrir jólin. Allt til jóla í Smáralind. Hannaðu þinn eigin lampa. Bjóðum upp á eitt mesta úrval landsins á tausnúrum og perustæðum. S. Guðjónsson, Smiðjuvegi 3. Það Dalúndagur í dag. Það komið að því. Leikurinn sem allir hafa beðið eftir. Gerard Piqué skorar markskalla. El Clásico. Og Benzema Ronaldo skorar. Barcelona, Real Madrid. Laugardag 15:00. Tryggðu áskipti sína 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það árið þetta, Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kærlega fyrir það og það að sjálfsögðu happy hour hjá þeim eins og alltaf í kvöld á öllum drikkjum. Þannig að það er ekki bara free beer sem að vilja. Nei, þú getur fara að fengja bara mojito yfir keilunni og já, það er 2 fyrir 1. Höfðingi er ekki visslega. Og svo er að sjálfsögðu El Clásico á morgun. Og ef við komum til að góðan stað þá mæli ég með shaken pizza. En Egill, það er komið að spurningakeppninni þinni. Já, spurningakeppninni. Það er alltaf að gerast þér í dag, spurt og svara og spurningakeppni. Þetta eru 10 spurningar. Já. Og þetta er King of Christmas. Ég veit að þú ert nokkuð mikið jólabarn blöð. Já. Þú ert klárlega favorite fyrir þetta. Ok. King of Christmas bara strax núna annan desk. Ég veit ekki alveg með hvernig Richard. Ég mikið jólabarn, ég veit ekki hana. Mikið jólabarn? Já. Ok. Það kemur ljós Richard. Sigurvegarinn. Það kemur líka alveg ljós hvernig spurningar þar eru. Ef ég fari í jólaþeng þá getur þetta verið erfitt, sko. Já, ég meina sjáum bara hvernig það fer og til yfir 2 jólaböndina. Spennandi. Ok. Einföld spurning. Ertu að borða súkkulaði dagatal þessa dagana? Nei, ég er ekki 10 ára. Þannig ég sleppi því. Ég sé reyndar að rosa margir að posta Facebook eitthvað svona jólabjóra dagatali. Ég er ekki held það. Það er yfirleitt þá þegar konunnar útbúa jólabjóra dagatal. En nei, ég er ekki með súkkulaði dagatal. Og ég meira þess að sem krakki var hættur að fá svoleiðis að því ég kláraði allt. Já, ég kom ekkert maður fyrir mig líka. Gráður og þú bara kláraði. Já, ég verði að vera að sammála blöðana. Ég gæti aldrei beðið, sko. Það er ykkur. Ég ætla að klára oftast 24. því það var stærsta stykki. Það er 0-0. Þetta er þá mjög spennandi. Já, þetta var að byrja. Ætlar að vera fullur þessi jól? Ekki á aðfangadag sjálfan. Nei, ég meni, jólinn er bara talin desember. Já, það er því miður er desember og ég held að flestir Íslendingar kannast alveg það að desember er svolítið blautur mánuður. Það er endalaust á jólahlaðborðum. Blöð verið fullur jólinn? Nei, þú ert ekki að segja þetta svona. Ég elska blöð verið fullur jólinn. Nei, þú spurður hvort ég er fullur. Þú sagðir að DS var í jólinn. Ég var fullur í DS. Rikki gefur þið fullur á morgun. Hann hafa já hjá honu líka. Já, Richard. Já. Er blöð, er hann svona bad Santa svona, þú veist? Það er svolítið fulli jólablöð. Það er góð punktur. Hann er samt sko, hann er svona full jolli jólabarn sko. Hann er ekki mikið reiður jólabarn. Þið sjáum ekki ofta reiðan fullan blöð. Nei, reyndar ekki. Ekki nema að séu jólapílunni, það gengur ekki jólapílunni. Þá ættu fullur og reiður. Allar að gamla vel þessi jól? Nei, ég bara sleppi því. Þetta vera King of Christmas. Í hvaða fjölskyldu þú alveg verið að alast uppi? Nú er El Clásico hérna á morgun. Er það jólalegt að vera veðja um jólun? Það er ekki að setja þess á það. Nei, ég er góður. Með þess að gamli hjá mér hefur minka. Já, fara að rífa þig í gang. Allt niður þig. Allar að horfa Jingle All The Way um jólin. Já, það er 100%. Punktur á Richard. Ég horfi yfirlt alltaf á þessa mynd. Vel gert, þú ert líka a real man, Richard. Ég mun potið horfa á Love Actually. Já, það er ekki punkt fyrir það, Blóndi. Ég er að stríða. Það er ekkert plana. Nei, þú ert ekki að horfa á hann. Nei, ég segi bara nei. Það er 2-1 fyrir Richard. Hvað heldur þú með honum? The Underdog er komin. Hvað heldur þú með Rikka? Nei, hann er, þú ert það mikið jólabarn og þú ættir að rústa þessu. Ok. Ég meina, í það mikið jólabönd, þú spyrur hvort það menn ætla að vera fullir og veðja og hvað svona jól heldur þú eiginlega? Ætlar að gefa dömu jólagjöf jólin. Já. Ég vil ekki tala um mamma þín, systir þín, frænka þín. Ég tala um bara lady sem hún væri til í að make sweet passionate love með. Góð.
Ég bara, það kom svona æla upp Ég hætta við að gefa minni gjöf bara eftir að hafa heyrt þetta sko. Þetta er bara, þetta var ógeðslegt að heyra maður Hérna, nei, því miður að það voru ekkert svoleiðis held ég En það var að pakka það saman þessari kemur Genn ekkert óvart að Rikki Níski myndi bara sleppa ekki á konunni Þannig að leiði hún að svara Sagður já? Jó, ég er alltaf að vera að gefa henni gjöf Hvað er það? Svona kúpon í Hugs Svona Rikka Love Nei Ætlar að gefa henni nýja íbúð kannski? Kannski, hver veit Spurning nummer Hvað, 3-1 fyrir Rikka? Já Hefurðu klætt í jólasveinabúning og sagt við konuna eða dömu sem þú deyta Hey there, I've got a package for you Nei Snart, nei, ég hef ekki gert það Ekki ennþá allavega En kannski Hvernig eru jólinn hjá þér eiginlega? Svona grínlega Svona með keppinu ætlar að vera King of Christmas Þá ætlar að vera fullur að veðja í jólabúning að segja I got a package for you Ég veit allavega ekki fara í jólabúð til Egils sem jólinn Það er okkur ljóst Aldrei eitthvað flippið ykkur jólasveinabúning? Nei Ekki sagt þetta allavega Rikki er það með dominating lead Það var svolítið dítilu spurning Hefur þú að njóta ást á jólunum og beði partnerinn að kalla þig Hot Santa Hvað er í gangi þetta? Í hvað maður komin? Akkur heldur að ég geti unnið þetta sem jólabarn með þessar spurninga hennar? Þú ert bara að spyrja hver er meiri pervert hérna Nei, þetta er ekki að spyrja hver er meiri jólabarn Ég þarf að minna á það að þú þarft á punkt að halda núna sko Já, ég líði ekki að hlustundum Aldrei verið kallaðar Hot Santa Hef ég verið kallaðar Hot Santa? Nei, hver ætti að kalla með það? Ég er aldrei í einhverju jólasveinabúning Nei, ég hef ekki gert þetta Nei, ekki reyna að ljúga þér ekki og verður kallaðar Hot Santa Nei, það var alls ekki þannig Það er ekkert að vera að fá stig Það er eitthvað catch Þú veist, einhver tíman var ég var búin að fara í opnin á aðfangadagskvöld eitthvað, þú veist, orðin vel svona bólgin út sko af sölduðu kjöti og var eitthvað svona þess að djóki konunni og lásun og ég sagði hjálpaðu þessum jóla að melta Ég verð að gefa hann punkt Nei, hvað er eitthvað ruggla þessum jóla að melta Guð minn góður, ætlar að gefa hann punktur þetta Þetta er basically það sem ég var að spyrja um Jesus En ég vill ekki vera jólabarnið hérna sko Ég gefa hann hála punktana Thank you Vel gert við þetta, það er mjög vel Já, takk Hefurðu klætt í jólasveinabúning og buksurnar í jólasveinabúningnum eru smellubuxur Er þetta allt svona heill? Hvað? Þá getur við bara að fara í lag Þetta er bara, það er eins og sett að lýsa bara hérna einhverja nýri mynd með Matthew McConaughey og þeim, þannig að strippara myndin Þetta er allt eitthvað svona að vera í jólasveinabúning og njóta ást á eitthvað Hvað kjafta er þetta? Þá hverju spyrði ekki eitthvað sem tengist jólunum? Nei sko Til dæmis þessi spurning tengist jólunum sko Já hvað, hvort ég að fara í smellubuxur og rifið þar að mér og sagt hvað, check out the package eða? Hvað kemur næst? Þetta er svona ekki rögg Check out the package, þetta er geggið spurning Nei, þú kemur bankar heima höður og kemur frúnni óvart eða dömu sem þú deyri Já, ekki eins og smellubuxur Þú fer inn í stofu sérst, rífur buxurnar þar í einu handtaki þú ert í stuði í jólaþveng Nei, það var aldrei komið fyrir Nei, ég verði að henda nei á þetta Ein spurning eftir, blöð, ég er ekki það lögulegur Þú er aldrei fengið einn punkt á því keppni Þetta er líka steiktast á lélegasta spurningakeppniðin frá upphafi Egill Frá upphafi Þú ert ekki að leita jólabarni Þú ert að leita bara einhverju fríki Það er síðast spurningin Það er óþarflega Ætlar að láta Tinder prófælmyndina en að vera þú nakin með jólasveina húfi yfir því heilagasta Djúfisins bull er þetta Ég er bara nenni ekki að spá í þessu lengur Hérna er nýtt frá Ríhönnu Ekki King of Christmas Love on the Brain Nei, ertu stoltur að vinna þetta? Ég mjónar, ég er alltaf ánægður að vinna, ég vinn aldrei neitt Ríhönnu í langan tíma Love on the Brain hér í FM 95 blöð Það styttist í hana Sigrúni sem er með konarnas Steindar Junior Hún er byrjuð með útastátt hér á sunnudögum ásamt Ósk og Þórun Antoníu sem heitir Þrjár í fötu þar sem þær fara á kostun stelpunar og við ætlum að ræða hana bara ræða hans við hann þáttinn og já bara sambúð með Steind og hana fyrst að Steindin nú í fríi þá er þetta að bauna meira á hana en hún er först í umferð það var vist eitthvað umferðróp vonandi ekki alvarlegt jólaumferðin komin í gang það er eitt að þið fá að sem er leiðilegt jólin sko það er leiðileg jólalög það er stressið og umferðin þetta er það sem er leiðilegt jólin margt skemmtilegt jólin Þetta er viðbjöður. Já, umferðin verður pínu þung. En það vil svo skemmtilega til að áður hún kemur inn í spjall, því hún er bara rétt ákomin, að við tókum upp símtal með henni fyrr í dag. Hún kom og fór í svona, svona nett síma, þetta er óþægilegt símtal. Ég bað hann að hringja í mömmu Steinda, eða tengda mömmu sína, og hún átti svona að vera að lýsa áhyggjum yfir því að henni fyndi Steindi vera orðin svona pirraður yfir að Sigrún væri að stela af sér þrumunni.
hún væri komið út af sátt og væri svona fyndið. Fyrir utan það, þá get ég sagt ykkur eitt, ég er nú búin að þekkja Sigrún í 7 ára eða eitthvað og hún er fyndnari en Steindi og ég lík því ekki, hún er algjör snillingur og ég baði hann að hringja í mömmu Steinda, tengdamömmu sína og lýsa yfir áhyggjum að Steindi væri svo fúll yfir að hún væri byrjuð í útvarpinu og henni fyndist hún, já svona eins og hún væri að stela þrumin hans. Við skulum heyra þetta símtal áður en Sigrún kemur í spjall. Tekum á þessum. Halló. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Það er fínt, skan. Já. Hvað er að frétta? En þú? Bara alltaf. Já. Já, ég er eiginlega að hringi, ég er bara freka miður mín, ég ætla aðeins að heyri þér. Jú, hvað er það? Ég er bara að spá, ég er búin að heyri því Steinþór á hann. Já. Og þú veist, bara nú er ég byrjuð út af sættinum og eitthvað. Þá er ég byrjuð að, þú veist, að spyrja hann oft hugmyndir, því ég meina, hann er búin að vera að vinna við þetta svo lengi og eitthvað. Já. Og hann er bara, verður svo oft rosalega fúll ef ég spyr hann eitthvað út í þetta, mér finnst það svo leiðilegt. Já. Og eins og hann sé, þú veist, afbrýðisamur af því að ég kom með minn eigin útastáttu eitthvað. Já, ég hef ekki heyrt af því. Reynda tringan það er komið 1,5-2 tími. Þá hringdan ég pappa sinni út á einhverjum rafmagnsreikning sem hún fannst óbúslega hár ykkur álestur upp á 27.000. Okay. Og hann satt ekki að tilbúin að borga hann að viti hvað það væri. Og hann var voðalega þurr og svona og sko, þú veist, pappa snáði eiginlega ekki að klára, sko. Það getur verið rosalega stress í honum. Ég held að sé bara út af mér. Hann er búin að vera bara, þú veist, ef ég tala eitthvað ég held að sé af því að ég talaði við hann aðan. Hann er búin að vera ógeðslega fúll yfir þessu. Fórum út að borða daginn með fullt af fólki. Já. Ég sagði einhver brandara og það fór allir að hlæja. Bara fyndin brandari, skilur. Hann var bara það fúll að hann stóð upp frá borðinu og labbaði bara í burtu. Nú? Já, þetta var ekkert grín á hans kostnað, sko. Bara, þú veist, hefur hann eitthvað að tala þetta við ykkur, hann sé eitthvað, þú veist, hún finnst þetta astanlegt að ég sé í útvarpinu eða... Nei, ekki minnst á eitt en jú, hann sagði síðast þegar hann komið og þá var ég með takturinn í gangi og við vorum með þetta kveikt á, hann sagði, já, finnst þú ekki bara að standa sig flott og ég segi, jú. Þú veist, finnst þér eitthvað að segja eitthvað við hann, því að ég minna hann er bara búin að vera mjög dónalegur og þú veist, bara að segja að ég var bara að stela hans eldingu, þú veist, að hans þöndir, að hans, þú veist, hann er að vera frægur og ég er bara að vera að vinna við eitthvað annað og þú veist, megum ekki bæði vera fyndin, skilur þú veist, þarf hann að vera eina fræga mannskjörnu fjölskyldinni. Nei. Þú veist, mér veist alveg að þú veist, ég má alveg að fyndi líka, sko. Já, mér finnst það bara svo ótrúlegt að það sé eitthvað svoleiði hjá honum, sko, veistu það, segir hún, það getur ekki verið, það getur verið eitthvað annað. Ég held að það sé bara, hann vill ekki lengur að því að hann hefur alltaf komið inn og það bara, Steindi, hvað er fyndin í sjórpinu og eitthvað og nú er hann bara sættur með eitthvað og vá, hvað sér hún? Nei, þetta er ekki svona hjá hann vegna þess að hann hefur húsað þér og nei, þetta er ekki til. Hann hefur talað þetta allt saman. Þetta er frekar eitthvað álag því þeir eru bara út í fyrramáli, en mikið á hans konu, þetta er álag. Já, menn okkur er hann svona fúll? Þú veist, er það að því að þú veist, bara, hvað er máli? Ég skal bara, ég veistu það, þetta kemur ekki til greina, ég skal bara tala við hann. Það er ekki þetta. Nei. Já, það er ekki þetta. Ég er búin að segja þetta við hann, mjög svo leiðilt, hann sé bara, þú veist, eitthvað, bara Nei, hann hefur aldrei, Sigrún, Steinþór hefur aldrei, eins og spurði hvort hann hafði eitthvað verið að kasta hérna með okkur, Steinþór hefur aldrei talað í baki á þér, aldrei nokkuð tíma. Hann sagði, veistu hvað hann sagði mig? Hann sagði, heyrðu, við getum ekkert bæði verið trúðar, sko. Bara Ronja verður að eiga eitt foreldri sem að bara hefur vit fyrir öllum, sko. Þannig að þú bara hættu bara að fyndin. Skilju, hættu þessu. Sigrún, ertu nokkuð á ykkur? Nei. Ertu á einhverju, spurði hún Sigga, tengdamamma hennar Sigrúnar, mamman Steinda þegar Sigrún hringdi í hana fyrir dag. Sigrún er mættinga í stúdíu, hún er svona eins og maðurinn sinn, aðeins og sein. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo ætlum við að rappa við hana. Bjartmar Guðlaugsson heitir okkur alltaf í hjartastað. Bókin Bjartmar, þannig týnist tíminn, er hugljúf æskusaga einstaks listamanns. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn. Sögur útgáfa.
iPhone 7 og iPhone 7 Plus eins og malt og appelsín nema með myndavél. Makkland, besta jólaland í heimi. Skortur á drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu veldur banvænum sjúkdómum. Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki að byggja brunna í Afríku því vatn lífsvon og þinn stuðningur gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Fáðu þér bacon quesadilla á Taco Bell. Mjúk tortilla, bacon, ostur, sósa og kjúklingabringa eða nautasteik á 1.099 krónur. Taco Bell. Rústa hamingjusöm kýr og hún elskar að framleiða rjóma í MSIs. MSIs. Rjóminn í ísnum. Það risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Þú getur alveg grætt þótt liðið þitt tapi. 1x2 við tippum. Við styttum biðina eftir jólunum. Notaleg stemning og leikhópurinn Lotta leikur fyrir börnin nú helgina. Rauðhetta og Úlfurinn á laugardag klukkan 2 og jólasaga Langleggs og Skjóðu á sunnudag klukkan 2. Sjáðu dagskrána á smáralind.is. Allt til jóla í Smáralind. Komdu á Lokal og fáðu þér fyrsta flokks salat. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Skellur, stór skemmtilegt fjölskyldu og partyspil sem reynir á táskipti. Skellur hendar við öll tækifæri og kemur öllum í gott skap. Skellur komið í Vestlands. Ilmandi hátíðakaffi frá Kaffitári ómissandi yfir jólin. Kaffitár góða veislu gjöra skal. Allt fyrir bílaviðgerðir. Loftverkværi.is. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þetta hjartaknúsarinn Jonas Blue með lagið Perfect Strangers, en við erum komið með góðan gestinga í stúdíóið eins og ég glöggir hlustundur á að tekja eftir að þá Steindi Junior í fríi í dag, komst ekki, en Rikki búin að sitja í hans sæti og í Steinda sæti akkurat núna komin konun hans, hún Sigrún eða Sírena eins og við kallum hana. Vertu velkomin. Hola. Hvað segir þau? Vill svo vel til að þetta mitt sæti líka. Í 34. Já, okay. Þið deilið sætinu hjónin. Við erum vanaföst. Já, láttu mig þekkja það. Fyrsta spurning, af því að við vorum að gera grín hérna, þú ringdir með maður Steinda að hann var í pirraður yfir að þú væri komin í útvarp og svona. Það ekki búið að vera akkurat auðvitað, hann ekki búin að peppa þig, kallinn? Jú, mjög mikið. Eða bara from day one líka, þú veist, hann manneskjan á bakvið flestum í gerði held ég, hann þess að bara að vera að peppa nú mikið, sko. Hann dreguð út í þetta allt saman. Já. Og það þetta eitthvað sem hefur blundað í þér? Varst þú sjálfa að skemmta á svona, þú varst í grunnskóla, eða þetta bara eitthvað svona nýlega komið til? Ég hef alltaf verið fíbl, sko. Það þannig. Nei, alveg, ég hef alltaf verið að grínast, það hefur bara verið tekist misvel, þú veist, ég var alveg með, þegar ég var krakki voru við líka með kameru að taka upp stelpunar, sko. Já, ok. Og ég var mikið í því að skrifa grínlög, sko. Ég tók það ekkert upp, en ég á mjög marga texta af grínlögum, sko. Já, þannig að þú hefur verið að fíblast hann alltaf í gegnum tíðina. Já, þetta rosalega, þetta viðlóðandi á mínu heimili, við erum, eintómir trúðar þar, sko. En sem líka alveg freka fyndið það, því að eins og þegar Steinþór gisti heimi á mér fyrst skipti. Hann fyndið. Og hann sem sagt að taka... Það kemur illa út til hann og segir að það hefur verið mjög fyndið þegar hann gisti heimi á mér fyrst. Þegar hann að fara, það var það sem hann fyndið, sko. Þetta ég bý heimi á mömmu og pappa þá, sko, og þau eru farin út. Og hann eitthvað svona ætlar að bara snikla sér út og volka á sig. Þá mamma búin að reyma saman reymandan á skónum hans. Það mjög gott köp. Hann horfir á skóna og bara fuck. Svo stígur hann í skóna og það bara flýgur hann. Nei, þá mamma búin að setja mandarinu bita ofan í skóna líka. Ég vil áraða mömmu þetta. Þægilegt svona walk of shame eftir fyrstu nóttina, bara búin að reyma saman skóna. Og metti sig og hló allir. En hann var bara miður sín. Hann sagði mér það bara fyrir löngu setna. Hann hélt að mamma, sem bara það furðulegasta líka af honum, sem bara hefur alist upp við, þú veist, við að gera grín síðan hann var krakki, að hann tók þessu sem bara svona get the fuck out. Já, ok, bara að mamma hefði verið pirruð út í hann. Já, bara hætta að hitta stelpuna mína, hérna mandarinir og flækjur, þú veist, reymaða flækjur. Hann á nú til að ofhugsa, það var maðurinn. Svolítið mikið. Já, hvernig að því nú ætla ég líka að spyrja þér bara, ég hef reynda að spurt þig að þessu áður bara þegar við nú hist, fyrir utan ekki í útvarpsviðtali, en gerir það ekki geðveikan hvað hann alltaf seinn?
hvernig er hægt að lifa með manni sem alltaf 40 mínútum að segja? Er það kannski bara... Já, bara 2 tíma. Er það bara hjá okkur? Nei. Ég hef ángríns svona 3 sinnum mætt á aðfangadag 1. Og hann kemur 1,5 tíma seinna. Og ég er ekki að segja að ég sé eitthvað saklaust, því að þegar við erum að fara á hitt ykkur, þú veist, þá ég viðurkenni alveg, ég klína á hann sko. Ég er bara, þetta er hann sko. Þetta er oft ég líka sko. En hann er alveg 1,5 tíma seinna. En hvað er hann að gera? Þetta er fötlun. Ég sver það, ég held að það sé bara ángríns fötlun. Hann er alltaf eitthvað fyrir fram að spegilin að plokki andliti á sér og eitthvað. Hann er ekki að gera raskat. Ok, þú ert heima hjá hann þegar hann er sein. Ertu þá ekkert að segja við hann, herðu Steindi, þú ert ekki að vera að drífa, þú ert ekki að vera mættur og hitta... Jú. En þú veist, svo er þetta bara svona ángríns bara, heyrðu ég gat á buxunum mín, ég er að spája að stoppa þetta gat. Hvað meinar þú hefur aldrei gert það þar. Nú, bara tíminn til að byrja. Já, það fyrir bara eitthvað svona, bara eitthvað allt annað. Ég er sammála, þetta er fötlun. Sveimi þá. Já, en hvernig ert að fíla þig í útvarpinu? Ógeðslega vel, mér finnst það ógeðslega gaman. Já, og það er þú, Þórunn Antonía og Ósk. Og Ósk, hans, já. Byrjið alltaf á sunnudum? Alltaf á sunnudagskvöldum, milli 7 og 9. Milli 7 og 9, já. Hvetjum alla til að tjekka því. Ég ætla að henda þér hérna, fyrst urunum með þið, henda þér í Gift að sofa hjá Drepa. Ok, endilega. Og ég er með 3 menn sem tengjast þættinum vel. Það var náttúrulega aðstæðanlegt að spyrjast að hafa steindaðarinni. Anskotin. Ég ætla ekki að hafa sjálfum heldur eitt sem kemur reglulega þegar það vantar. Og ég ætla að spyrja, þú ert að sofa hjá einu giftasteinum og Drepa. Þetta eru Rikki G, Egill og Sveppi. Hvað setur ekki þið inn í þetta? Þið stikk frí. Þetta er bara minn liður, alveg svo okkur aldrei spurt út í einhvern viðbjóð hjá þér í spurt og svara. Er þetta Egill, Rikki og Sveppi. Ok, þetta er frekar easy. Já. Ok, hverjum giftistu? Ég giftist Rikka, hann er alltaf teknilega yfirmaður minn. Ok. Svona verður að því Rikki. Ég myndi drepa Egill, sorry. Og ég myndi sofa hjá Sveppa, því ég held að Sveppi segi wild and bad. Það var mjög hratt ákveðin. Þetta var full lettur hana. Þetta var eins og ég var búin að hugsa þetta oft. Kannski var ég búin að því. Já, ég bara sendur upp í sveit. Nei, ég held bara, þú veist, Sveppi er svo mikill flippari, hann... Heldur að Sveppi sé að wild man? Já, ég held það. Já, ég held það. Hann allavega, ég get alveg lofa ykkur því, ekki það að ég hafi einhverja staðfestar heimildi fyrir því. Ég held að sé ekkert sem að vera ekki til að prófa. Já, það er það sem ég er að meina nefnilega. Ég var hægt að blanda Sveppa í allt. Og hann er búin að vera í hjónabandi núna í fjölda ára, sko, hann að eitthvað hlýtur að vera. Og það er þáttur á sunnudaginn? Já. Já, eitthvað planað? Já. Eru þið búin að taka eitthvað upp í vikunni eða gera eitthvað hressandi? Já, við ætlum hérna, við tókum allar upp til dæmis Rauðatorgs auglýsingar. Okay. Það sem að við vorum að búa til okkar ein auglýsingar, hvernig við myndum auglýsa eftir maka. Já, hvernig þið myndið selja það? Já, vel gert. Þetta er hún Sigrún og eins og ég segi, 3 fötu á sunnudum frá 7 til 9, endilega tekja því. Sigrún, virkilega gamla að fá þig hérna. Og það er endar eitt skemmtilegt sem að fyrir ekki mörgum árum, það er hvað þessi 2 ár síðan, þá baði ég þig að vera gestastjórnandi hjá mér í FM 95 blöð. Þú þorðið þig ekki. Það var lengra síðan, þetta var bara þetta var alveg nýtt. Já, þú vildir það ekki. Nei, ég gugnaði. En komin út af spil núna, ég er ánægð með það. Takk kærlega fyrir komuna, herru, það er lag sem að kemur þér alltaf í gírinn, ég spurði þig og hvaða lag er það? What is love og þættin og koma flestum að í gírinn, það er föstudagur, mennir á leiðinni og konur í jóla, hlaðborð og veislu helgina. Rikki, hvernig er helgin þér? Herru, það er bara, má ég að segja, bara work. Það er bara að bruna hérna beint til Keflavíkur. Keflavík K.R. í Dóminósteildinni í kvöld. Svaða leikur. Það er alvöru game. Ánægð með stólana núna maður. Tóku Skallagrím í gær. Ekki það, ég tauga til Skallagríms en Tindastóll rúlaði upp, tóku Þorlóksall líka. Við erum orðnir contenders aftur. Já, sveimir þá, ef ekki. En þetta verður alvöru leikur í Sláturhúsinu í kvöld í Kef. Og svo er jólalað bara annarkvöld. Jólalað bara annarkvöld. Egill, hvernig er helgið þín? Þú ert að fara á jóladansleik með litlu þig ekki? Árita með þér klukkan 2 á morgun í Hagkaup Smáralind og síðan er ég að fá jólaball, jólahlaðborð á Vox kvöldið og það er allt í gangi. Ég ætla ekki að vera leiðilegur strákar en ég kemst ekki til ykkur á morgun. Ég ætla frekar að horfa á City Chelsea og síðan Barcelona Real Madrid. Það ætla ekki að koma í Smáralindina klukkan 2 og sjá okkur árið? Jú, kannski læti ykkur árið eitt fyrir mig eitthvað. En þið fáið náttúrulega hellingaliði, fólk þarf að kaupa jólagjafir sko. Já, við minnum á það að við erum árita í Hagkaup Smáralind á morgun klukkan 2. Endilega tekkið á því. Takk fyrir hlustununa í dag. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag í þvílíkum gír. Góða helgi, fallega fólk og Logi Bergmann eða þú ætti að hlusta innilega til hamingjum í daginn. Kallinn er 50 í dag. Já. Snillingur þar að ferð og hann er með stórhamalega á morgun. Við enda þetta á eina jólalægin í dag og það er besta jólalægi allra tíma.
Búin að smakka nýja gómsæta jólakaffið á N1. Dældu lykilviku á aðvendunni og dældu eldsneyti með 13 króna afslætti hjá OB og Ólís í heila viku í desember. Þú skráir þína lykilviku á ob.is. Drónfly býður þér í afmælið sitt laugardaginn 3. desember milli 14 og 17 í verslun okkar á Krókhálsi 6. Afsláttur af öllum vörum og léttar veitingar. Drónfly.is. Við styttum biðina eftir jólunum. Notaleg stemning og leikhópurinn Lotta leikur fyrir börnin nú helgina. Rauðhetta og Úlfurinn á laugardag klukkan 2 og jólasaga Langleggs og skjóðu á sunnudag klukkan 2. Sjáðu dagskrána á smáralind.is. Allt til jóla í Smáralind. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dela Sól, Moderat.